Verið velkomin í beina útsendingu á Sport TV og Símabikar öðrum flokki karla. Það eru FH og Haukar sem að mætast og við ætlum að lýsa þessu Aron Kristjánsson landsliðsþjálfari og ég Árni Stefánsson. Það er verið að kynna liðin og við ætlum bara að láta það rúlla hérna fyrir ykkur. Jæja, þá allt í reiðu fyrir þennan úrslitaleik í öðrum flokki. Hafnarfjarðarliðin FH og Haukar. Aron, hvernig líst þér á þennan slag? Bara mjög vel, ég held að bæði lið munu selja sér dýrt.
Þetta svo sem sá úrslitaleikur sem Hafnfirðingar vildu sjá í meistaraflokki en svo var ekki og þeir fá hann hérna í öðrum flokki. Já, þetta er sárabót. Þetta eru flotti strákar sem að nokkrir eru komnir í meistaraflokkaliðan og það verður gaman að fylgjast með þeim takast á hérna. Já, það verður hérna spennandi að sjá hvernig þessi leikur þróast. F-fáingarnir í að ég held fyrsta sæti í deildinni, öðrum flokki og Haukarnir í 3. og 4. sæti. Ég held að það telli ekkert í dag. Einn úrslitaleikur og leikmenn beggja liða munu selja sig til. Já, það er alveg ljóst að það verður ekkert gefið eftir og bara það skiptir miklu máli fyrir liðin að vera fljót að hrista af sér tauga spenningin og ná að spila sinn leik. Það verður gaman að sjá hvernig liðin byrja varnarlega. Ég held að Haukarnir munu leggja áherslu á það að stöðva Magnús Óla sem hefur verið að spila mjög vel með meistaraflokki F á undanfærið og hann er sterkur einn á móti einum og þeir þurfa að stoppa hann. Sama skap má kannski segja að F-fáingarnir munu leggja áherslu að stoppa Adam Haug Bambrúk. Já, Bambrúk hefur komist mjög skemmtilega inn í vetur og er að stimpla sig inn sem bara stóreflugur framtíðarmaður og það verður gaman einmitt að sjá hvernig honum gengur á móti vörn F-fáinga. Dómar hér í dag eru Magnús Björnsson og Hilmar Ingi Jónsson og þeir eru svona að gera þetta klárt og leikurinn er bara það bil að hefjast. Það er gaman að því að það eru feðgar að hjálpa F-lið. Já. Guðjón Árnason og Árni Guðjónsson, sonur hans. Þannig er leikurinn hafinn. Arnar Daði í horninu, Adam, miðjunni er Egill, Brynjólfur og síðan er Arnar Ingi í hægra horninu. Egill er búinn að vera meiddur undanfarið en hann var teipaður upp fyrir leikinn held ég. Já, það er öllu tjaldað til. Adam kemur sækir að, Sigurður tekur vel á honum. F-fáingarnir byrja í 6-0 vörn. Ætla að spila þannig. Adam kemur fyrsta mark leiksins og það er Brynjólfur sem gerir þetta af miklum krafti. Það er vel gert hjá Binna, hann er hornamaður í meistaraflokki en hefur spilað í skeytinu upp alla yngri flokkana og hann er hérna lunginn. Halldór er í hægra horninu hérna, Sigurður, Magnús Óli, Ísak, Arnar Bender er í vinstra horninu og Þórir er á línunni. Ísak kemur í skot. Einar Ólafur verður fyrsta skoti. Verður fyrsta skoti, Halldór inn og aftur verður Einar Ólafur, hann er komið 2 skot varinn strax í fyrstu sókninni. Þannig hann gefur tóninn. F-fáingarnir halda boltanum og Sigurður sækir inn. Ísak með sendingu, Halldór. 5-1 vörn Haukamanna verðist þeirra að virka vel. Hendinni komin upp. Arnar Bender reynir að brjóst í gegn, aukakast. Þessi 5-1 vörn í Haukunum verðist að... Já, þeir eru að trufla á vel og þeir eru erfiðleikum með að láta boltan ganga almennilega. Þarna stillaður upp fyrir Ísak og hann með þrumuskot á gólfinu. Gott mark hjá Ísaki. Það var fast skot. Haukarnir koma krafti. Bolti gengur út í hornið. En þeir missa boltan, það er lína dæmt. F heldur þá í sóknina. Sigurður kemur að krafti. Fyrir skotið Einar Ólafur ver. En aukast. Arnar, Ísak. Brynjólfur kemur langt út á móti og truflar sérstaklega þarna Magnús Óla og það er að leiðandi spil F-fáingana. Sigurður með gegnumbrot og fiskar þarna vítakast. Og slagur varnarleikur í Haukunum hann, missa hann auðvitað í gegnum sig. Hann kom þarna utanvert, Alexander var ekki alveg nógu vakandi, misti Sigurður þarna utanvert og... Það sér það þegar F-fáingarnir taka hann að stöðuskipti þá fylgir Brynjólfur honum Magnús Óla. Já. Ísak með vítið og skorar.
Það er mikilvægt fyrir FH að Ísak finni sig þar sem að Haukarnir er að spila mjög framalega á móti Magnúsóla. Þetta var Egill að reyna að brjósta í gegn, Sigurður tók fast á honum. Egill sækir að Brynjólfur fær boltann. Bambrúk. Vel gert hjá Brynjólfi og hann fær vítakast. Þarna lék á varnarmenn FH-ingarna grátt, slapp hann í gegn og slegið hendina á honum í skotinu. Þannig hann fiskaði þarna glæsilega vítakast. Það var vel gert, sýnir undir hendarskotið og fylgir því svo eftir með gafreyingu. Já, Egill fer á viðtalínuna, Ágúst Elíð tilbúinn til varnar og Egill skorar. Jafnar leikinn 2-2. FH kemur, Ísak upp í loftið, með skotið yfir markið. Það var ekki nægilega vandað hjá Ísak, hann svolítið bráður. Þarna koma Haukarnir, Bambrúk sækir, Sigurður er langt á mót honum, en Bambrúk fer að krafti í gegnum og skorar. Harðfylgi, virkilega vel gert hjá honum. Lét sér vaða bara í gegn og skoraði. FH vil stilla upp, þarna spilaði núna mjög framalega á móti bæði Ísak og Magnúsi. Það verður aðri leikmenn að þora að taka skarið. Boltinn verður að fá að ganga betur. Þetta Haukarnir á því að ná að brjóta fríkostinn og stoppa spilið í fæðingu. Sigurður sækir að, Magnús kemur alltaf við, en Brynjólfur fylgir með skugginn. Brot hjá Sigurði. FH-ingar verða að setja eitthvað upp núna, spila eitthvað leikkerfi. Einstaklingsframtak bara í gangi, þannig þeir verða að reyna að vera fljótir að leysa þessa varnarafbrigði hjá Haukunum. Sérstaklega fyrir Magnúsóla núna, nú kemst hann ekki sjálfur mikið í færi, hann verður góður að setja upp leikinn í staðinn. Ísak sækir að Sigurður. Þetta er svona ráðleyslegt, aukakast. Góð vörn hjá Haukamönnum. Já. Þessi stundina. Hilmar Ingi rekur þarna varnarmenn Hauka frá. FH-ingarnir leggjast aftur í sóknina. Ísak hendinni komin upp. Sigurður í vandræðum, missir boltann. En sendingin á Þóri á línunni. Gult spjald á Adam. Tók hérna harkalega á Þóri. En það er bara aukast. Þá fer hendin niður af því að hann er gula spjaldi. Þannig að það fá smá tíma áfram í sókninni. Magnús Óli sækir að, Ísak, Sigurður. Góð sending út í hornið, Halldór fer ekki inn. Góð sending hjá Sigurði. Og þetta er erfitt hjá FH-ingunum, hendinni komin upp aftur hérna. Sigurður, sendingu inn á línu en Haukarnir komast inn í hana. Það er vel lesið á Adam í vörninni. Egill brýst upp en brotið á honum. Það gerir Adam vel í vörninni. Mjög vel. FH-ingur var döðafrýr á línunni en hann komst inn í sendinguna. Hann veit í sendinguna, glæsilega. Það finnst var þetta góð líka sending hjá honum Sigurður út í hornið en hann hefði ósækjum mátt fara inn. Hann laði ekki að fara, hann var eitthvað rægur. Klikka á skotið hérna í fyrst sókninni og var ekki alveg... Algjör óþarfi og maður leiksins hérna með þriðjaflokki, eða ekki? Já, þetta er virkilega góðan leik með þriðjaflokki FH í gær þegar þeir eru bikarmeistarar og þannig hann á að vera óhræddur við að reyna, ætti að hafa sjálfstraust í það. Egill með boltan, Adam upp í loftið, en vel var hjá Ágúst Elí. Fyrsta skot. Og boltinn fyrir aftur fyrir að mæti Ilmars. Fyrsta skoti hjá Ágúst. Ágúst er í þriðjaflokki líka eins og Halldór var bikarmeistari í gær. Sigurður. Magnús Óli tekur snúningsfintu þarna, en það er endur ruðningur á hann. Góð hjálpavörð þarna hjá Haukamönnum. Stígur fyrir og náðu að loka. Bambrúk kemur. Egill. Aukakast. Ísak gengur þarna hart fram og stoppar hann. Það eru tveir efnilegi markmenn hérna að spila. Einar Ólafur í 20 ára landsliðinu og Ágúst Elí í 18 ára landsliðinu. Já, þetta eru framtíðarmarkmenn Íslands hérna á ferðinni, þannig að það verður gaman að fylgjast með þeim. Það skiptir miklu máli fyrir liðin að þeir náu sér á strik.
brotið Agli. Sækinn í vörnina einn þarna. Adam. Egill. Adam kemur í árás. Klippir upp Brynjólf. Bolti gengur. Egill næra brjóst í gegn Harfylgi og skorar. Það var vel gert hjá Agli. Já, kröftugur strákur þarna, gleyma Haukarnir sér. FH kemst í dauðafæri. Arnar Bender sleppur hann í gegn og skorar. Tóku hraða miðju FH og Haukarnir voru ekki konur aftur. Þannig að ná að gera þarna út í mark. FH getur komast inn í sendingu þarna. Þórir reynir að senda fram en Alexander brýtur á honum. Og FH getur keyra af stað, Magnús Óli með hann. Góð sending yfir en Sigur náði ekki alveg valda á knettinum. Það var góð hugsun hjá Magnús Óla en sendingin aðeins snögg. Það tekist á fullu krafti báðum megin. Menn eru alveg ófeimni við að taka á andstæðingnum. Magnús Óli reynir að setja eitthvað upp núna. Þóri kemur, Ísak upp í loftið. Sigurður reynir að fara í gegn, en Ruðningur. Þannig að þetta er Sigurður að sleppa boltanum aðeins fyrr. Já, þannig er Halldór rekinn út af. Hann átti að leggja hann beint niður. Bolti rúllaði af stað á honum. Klaufalegt hjá Halldóri. Dómarar taka hart á þessu þannig að þetta er hlutur sem á að passa sig vel á. Það er dýrt að láta reyka þessu út af fyrir svona þetta er klaufalegt. Já. En Sigurður hefði þetta að sleppa boltanum aðeins fyrr. Halldór var í dauðafæri. Það var á seinna að láta hann fara. Þannig að nú eru Haukarnir einum manni fleiri í næstu 2 mínúturnar og Haukarnir sækja, Arnar Daði, Egill sækir, en Þóri brýtur á honum, aukakast. Egill að ná að losa boltan. Já, þeir þurfa að láta boltan ganga til að teygja vörnina í sundur og komast í gegnum hana. Þarna vilja að láta þurrka boltan. Einhver bleyta á honum. Þeir eru leikur á 9, Hallur tekur aukastið, Egill, Adam er komin á miðjuna, Brynjólfur, Egill, skiptaður stöðu, Adam kemur í árás, góð línusending, en Ágúst Elí ver, en dæmt vítakast. Hallur fór þarna inn, brotið á honum og vítakast dæmt. Ágúst Elí varði þetta skot, en vítakast dæmt og Egill fer aftur á vítapunktinn. FH getur náð að þétta vel vörnina sína. Ágúst Elí ver glæsilega. Glæsilegt víti sem að verja þarna með 3 skot varinn eins og kollegi hans hinum meginn Einar Ólafur. Þannig að þeir eru komnir í gang báðir. Gaman að sjá það. Það var vel varið hjá honum. FH í sókn, einum færri. Þóri kom nú til hægra horni. Magnús reynir að rífa sér laus, hann gefur á Sigur sem sleppur í gegn og fiskar vítakast. Haukarnir ekki alveg nægilega vakkandi þarna. Sigurður kom að ferðin og stakk sér utanvert utan með alls. Þetta er annað skipti sem hann fær þarna vítakast á sama stað. Þannig að Haukarnir sem er einu fleiri, þeir hefði ekki þurft að missa hann þarna utanvert. Alls ekki, bakvörðurinn verður að halda utanvert í þessari stöðu. Já, Ísak með vítakast. En Einar Ólafur svarar fyrir sig, tekur vítið. Við erum að fá leikmarkmannuna hérna, þetta er glæsilegt. FH heldur boltanum. Og varði með tilþrifum út í innkast og FH kemur í sókn aftur. Arnar, Ísak. Það er FH fullið aftur. Já, ok. Halldór kom inn. Halldór snýr sér í gegn og vel gert hjá Halldóri. Stakk sér í gegnum þarna. Eldsnöggur og skemmtilegur leikmaður. Vel gert, en Arnar Daði hefði mátt gera betur hann í vörninni og ná að loka hólunni. Egill með skot,
Ágúst til í verða og F.A. nær boltanum. Keirar á þá. Sigurður reyndi hérna línusendingu gegnum Klóa varnarmanni en Þórir náði ekki til knattarins. Arnar Daði var þarna fyrir einhverju höggi. Egill var hann svolítið óþolinmóður. Hann hefði mátt gefa sér aðeins betri tíma. Færi var ekki alveg nægilega gott. Full gráður á sér. Þessi leikur fer vel af stað. Það er búið jafnt á öllum tölum og báðir markmennir konum með 4 varin skot. Þar af 1 víti á hvorum, þannig að staðan 4-4. Það er oft svolítið, það eru markmennir sem klára oft svona leiki, vörn á markmennsla sem vinnur þessa titla. Það sannaði sig á hann þegar Guðrún Jenny stóð sig vel í markmarkinu. Hún náði bara að loka markinu og bjóð til sigurinn. Ísak kemur í árás, Sigurður. Ísak með línusendingu á Þóri, hann nær ekki að grípa boltann. Og Haukarnir leggjast það í sóknina. Adam kemur fullur í ferðað. Hægja á sér þarna. Skiptingu vörð sókn Haukarnir, Alexander fer út af og Hallur kemur inn í sóknina. Þannig að Egill að setja upp leikkerfi. Klipping við Brynjólf. Aftur klipping, Bambrúk. En Ísak nær að stöðva hann, aukikast. Adam, Egill sækir að reyna að senda inn á Hall en það er vel tekið á honum. Töluvert kapp í leikmönnum þarna. Þannig að það á ekkert að gefa eftir á móti erkifjöndanum. Nei, Hafnarfjarðarslægur og bikar í húfi. Eins og þetta á að vera. Gaman að því. En ég myndi sjá að vantar aðeins meiri svona læti en Egill á miðinni. Hann er svolítið hægur og kannski ekki alveg búinn að ná sér að þessum meiðslum. Hefur lítið æft síðustu vikur. Adam út í horni á Egill. Brynjólfur kom öfum megin. Hann reynir að tróða boltanum inn á línuna en brotið eru virkilega grimmir að dekka línumanninn. Hallur er alveg í strangri gæslu þarna og kemur Bambrúk með skot en yfir markið. Hann vildi nú fá hotkast þarna en Magnús var ekki sammála. Kemur Magnús Óli, reyna að fara í gegn en Einar Ólafur verður þetta skot. Aukakast dæmt. F.A. þarf að láta boltan ganga miklu betur. Þetta er of hægt og þeir að láta Brynjólf trufla sóknarleikinn allt of mikið. Sigurður koma þarna á með gott skot. Þetta var gott skot hjá Sigurði. Hans fyrsta mark. Gott undirrættu skot. Hann verður að láta til sín taka. Hann fær töluvert pláss. Egill með skot en þetta var nú varið á búið að flauta. Hann hefur gefið honum það ekki sem var í skot. Það er svolítið hægur sóknarleikur beggja liða. Bæði lið þurfa að fá meiri hraða í þessi sóknarleik, sérstaklega ætti að vera auðveldara fyrir Haukana þar sem F.A. getur að spila 6-0. Egill spila frekar aftarlega F.A. Haukarnir og mæta þeim bara á 7-8 metrum. Þannig að skipturnar ætti nú að fara bara í loftið. Maður myndi vilja sjá til dæmis stráka eins og Adam Haug komast í fleiri skot. Nákvæmlega. Þeir eru ekkert að sækja það langt út. Brynjólfur, það er brotið á Halli og þeir eru 2 komnir á Hall alltaf leið. Þeir eru mjög fljótir þegar bolti kemur á lína að vera 2 saman í brotinu. Egill með skotin, Ágúst til í verð. Ísak var með 2 hana, einn F.A. og einn Haukamann í tækinu. Það var bara með stóran faðm og hélt þeim hana. En Haukar með verið að passa í vörninni að geta ekki, en Binni verið að passa að þeir spila ekki of mikið aftur fyrir aftan sig. Svona þversendingar. Góð sending út í hornið á Halldór. Halldór fer bara ekki í gegn og Sigurður fær boltann og skorar. Halldór er búinn að fá 2 sénsa hann að fara inn en kannski full varkár. En það er... Sigurður með 2 góð mörk. Já, kemur á ferðinni Þórir.
Wow, þetta gróft brot hjá Þóri. Gróft brot. 2 mínútur, hann reif það nattan í Vamrúk. Það hún ekki vilja verk held ég en leit afar illa út og verðskuldaði fyllilega 2 mínútur. Þú vona að hann sé í góðu lagi. Haukarnir verða að nýta betur liðsmuninn en þeir gerðu áðan. Já. Áðan töpuður stöðinni að vera einu fleiri og þeir nú þurfa að geta unnið það með 1-5 mörgum. Það er 7-4 á töflunni. En við erum bara með 6 mörg Við erum með 6 mörg. Báðir tveir, eða ekki? Jú. Ég fannst þarna... Það kemur í ljós á eftir en við erum að skráða þetta henni sér hverju lagi og við erum báðir með 6 mörg skráð fyrir F-fæðingunum en á töflunni er staðan 7-4 þannig að Þarna verður Ágúst Eli. Arnar Daði fór nú horninu en Ágúst Eli í varði. F-fáleikar að staði sóknina. Ísak og Magnús Óli alveg tekinn umferð fyrir einum fleiri. Sigurður, Halldór. Sigurður sækir að. Arnar Bender og Alexander fer aftan í hann. Halldór, aukakast. Magnús Óli, Ísak, Sigurður upp í loftið, skot í vörnina og aftur fyrir. Góð hávörn í haugunum. Já. Það er ennþá 45 sekundir í FH fái fullt lið. Það er ekki svolítið erfiðleikum með að spila núna. Sigurður sækir að. Skot, Einar Ólafur verður mjög vel. Þetta var svona þvingaskot. Það bara var ekkert í gangi, hann tók það. Adam kemur upp í loftið. Þarna á hann að koma, Ágúst Eli náði að verja þetta skot. Halldór náði framkastinu. En þarna kom Adam á ferðinni og hann á að gera meira af þessu. Þóra fara í loftið og hamra markið. Já, þetta var bara einfalt skotið. Þau skot beint á augum og í uppáhaldshornið sitt. Góða hæði líka fyrir Ágúst Eli, hann var lesið hjá honum. Vó, heppnir þarna í fáingarnir. Magnús reyna að brjósta í gegn. Ísak kemur, skot á gólfinu. Magnús á fleiðferð, hart tekið á honum. Það er búið að laga á töflunni, staðan er 6-4. Það var greinilega rétt hjá okkur félagunum. Þannig að það skal til að laga á skjánum hjá okkur. Staðan sé 6-4, ítrekka það 6-4 en ekki 7-4 eins og er á myndinni hjá okkur. Ísak, Sigurður, reynir að fara í gegn, aukakast. Þetta eru hættilega sendingar þarna hjá Ísaki, þessar tverrsendingar og Haukarnir ætti að geta stólið. Aftur þessar tverrsendingar. Arnar hálft eftir, hendinni komin upp, Ísak í loftið, Einar Ólafur verður glæsilega. Þeir eru báðir komin 7 skot varinn félagarnir, þeir fylgjast alveg að í markinu. Ég myndi vilja sjá hann að Ísak stíga þess betur í loftið þegar hann tekur þetta skot. Hann má alveg... Hoppar ekki nægilega hátt upp hann. Nei, miklu meiri krafti, gerir þetta fullum krafti, það er það sem þarf. Hann er góður skotmaður og sterkur hátt. Staðan 6-4, Egill með boltann. Adam, Brynjólfur, þröngt færi og vel varið hjá Ágúst Eli. Vel varið, Arnar Ingi fór hann inn en Ágúst Eli varði mjög vel. Halldór fer inn hinum megin og skorar. Halldór Ingi Jónasson, hekk hann að sendingu fram í hræðublaup. Fór inn að krafti og skoraði á næstöngina. Og Haukarnir taka leikhlé. Nú er staðan orðin 7-4.
Þannig sókninni áður hjá Haukunum þá kemur Adam upp með alveg algjörlega flötvörnin, þannig að hann verður að fara upp í skot í staðinn að velja þér mjög þröngt færi úr hornunum. Alveg niður í hægra horni. Skyttur Hauka þurfa að taka meiri ábyrgð og vera tilbúin til þess að leggja með FH vörnina undir meiri pressu á miðsvæðinu. Já, þeir verða að koma upp í loftið og þora að skjóta til þess að vörnin þurfi að stíga út á móti og þá opnast fyrir línuna fyrir aftan og gegnum brot líka. En FH-ingarnir, það er svona 20 í boði á þeim sóknarlega. Það er að halda áfram að refsa Haukamörunum utanverta vörnina með þessum þversendingum og svo að fá innleysingar þar sem að Haukar spila frekar framlíkjandi. Já. Ef myndir leysa inn á mótibolt eins og við köllum, það geti gefið góða raun. En þetta marki á Halldóri núna, það kannski gefur honum auki traust í það að þora að fara inn úr færánum. Ég trúa því. Það er komið 2 mörk. Já. Það er gaman að sjá hvernig Haukarnir koma til leiks eftir þetta leikhlé. Hvort þeir ætla sér eitthvað að breyta. Byrja þarna Egill á miðjunni, Adam, Brynjólfur. Þarna reynir Adam að tróða inn á línuna en Þórir fer í andlit á honum og rekinn út aftur. Þórir fær aftur. Óþarfi Jónu Þórir þar sem að FH-ingarnir voru búin að vinna boltan löglega. Nákvæmlega. Og hann er ekki að fara í gegn hann. Þetta er, það sýnist nú blæður honum hann ekki. Fossblæður honum held ég. Það er spurning hvað hefur gerst, hvort hann fekk högg á nefið eða... Adam er allt annað en sáttur þarna í gólfinu. Þetta var Já, þetta var óþarfa brot. Algjört óþarfa og mjög klaufalegt að Þóri og þetta á ekki að sjást í handbolta. Þetta kostaði þetta 2 mínútna brottvísun, þannig að... Og það hefur nú verið núna síðustu árum í alþjóðlega handboltanum að brot í andlitið hefur oft bara þýtt rautt spjald. Já, það hefur verið óvart. Nákvæmlega. Og það var einmitt í 3. flokksleik hérna í gær, þar sem að leikmaður FH Steingrímur Gústafsson fékk beint rautt spjald fyrir að slá andstæðing í andlitið þegar hann var að skjóta markið. Þannig að það er svona, manni finnst kannski línan ekki alltaf verið svo sama hjá dómurum. Nei, þá að útrýma þessu broti fyrst manni og þess vegna ef það er bara klárt að það er rautt spjald ef það er slegið svona í andlit þá eru menn fljóttir að hætta að gera það vegna þeir taka ekki sénsinn að láta rekka sig út af. Nákvæmlega, og þá er þetta heldur aldrei til umræðu hvort það sé rautt eða ekki. Nei, nákvæmlega. Það er, við erum að tala um þessum dómgæslunum, manni finnst oft svo mikið matsatriði sem dómarar þurfa að lendi í leikjum að það er oft á tíðum erfitt fyrir þá að meta hvernig þetta er, þannig að frekar að gera reglurnar einfaldari, en það er greinilegt að blæði svolítið nefinn á Adam þarna. Þeir eru að reyna að stoppa það og tróða bómullu upp í og leiðis. Það er oft, hefur verið svona oft vandamál í handboltanum að þessi matsatrið fyrir dómarna, þau verða oft bara flóknari í staðinn fyrir að gera það einfaldara, reyna að einfalda hlutin eins mikið og hægt er. Það er líka bara auðveldara fyrir leikmenn og áhorfendur að skilja hvað er að gerast. Hvort Adam ætlar að fara að velli eða hvað. Hann ætlar að snýta sér og fara að þrífa sig. Mikil fyrir Haukarna að hann sé ekki úr leik. Já, það er alveg lykilatriði hans í klár. Snorri kemur inn fyrir hann, þetta ekki Snorri sem gefur hana? Jú. Snorri kemur inn fyrir hann, þannig að Adam þarf aðeins tíma til að jafna sig, en mér sýnist hann nú vera klár, hann er ræðið félag sinna þarna á bekknum og þeir þurfa bara að þrífa hann og tróða bómull upp í nefið og þá spilar hann áfram. Hann er hörkunagli og lætur þetta ekki á sig fá ef hann er eitthvað líkur pappa sínum. Petur Bambrúk sem spilaði með Haukum hérna sínum tíma. Frægt hörkutól, kallinn hefði nú haldið áfram eða ekki.
Hann myndi segja eitthvað við hann ef hann myndi ekki halda áfram. Já. Það er skammar í næsta mattatíma heima. Brynjólfur þarna reyndu þeir kerfi að Arnar Daði kom alveg yfir. Svo er einum fleiri, þeir verða að nýta sér liðsmuninn. Ísak, þetta er Óli blokking á Hall þarna. Ágúst með glæsilega sendingu fram. Arnar nær ekki alveg valda á knettinum en þeir róa þetta. Aðarsteinn kominn inn fyrir Sigurð. Örfell skipta líka. Halldór sækir Aðarsteinn, reynir að brjósta í gegn. Arnar kemst utanvert og skorar. Manni finnst þetta klaufalegt hjá Haukunum að vera að missa. Þeir eru einu fleiri. Það er mjög klaufalegt að missa menna svona utanvert og það er svona reglan í boltanum þegar maður er einu fleiri. Brynjólfur, góða sendingu. Arnar Daði skorar og öryggir horninu. Þarna náðu þeir að teygja vörninni og opna gott færi fyrir Arnar Daða þarna í horninu. En eins og síðustu sókn á FH, það er að opnast utanvert hjá Haukunum þrátt fyrir einu fleiri. Það er svolítið klaufalegt hjá þeim. Þeir verða að telja betur og tala betur saman. Þetta var vel gert hjá örfenda leikmannum hjá FH. Já, Aðarsteini, já. Hann gerði það vel. En að samanskapi voru Haukarnir ekki alveg með ánáttunum. Það er líka búið að vera einhverja einustu sóknir í FH þegar þeir eru verið undirtölu og þeir hafa komist utanvert á. Magnús reynir að brjósta í gegn. Tekið harkalega á honum. Það er góð vörn hjá Haukunum. Ná að stoppa hann það. Arnar, Ísak. Aðarsteinn fer í fintu þarna en Alexander stoppar hann. Þeir halda áfram. Það er að spila mannin inn á Ísak í loftið. Skot. Varnarmaður en Einar Óli greip hann. Og Haukarnir keyra upp. Egill, flegiferð. Boltinn niður í hornið. Þetta er þröngt færi. Hann fer samt inn og Ágúst Eli verður þetta. Þetta var svona ekki alveg kannski nægilega góð ákvörðun hjá Brynjólfi að fara þarna inn. Þetta var mjög þröngt færi og Ágúst bara stóð og lét hann skjóta í sig. Þetta var ekki nægilega góð ákvörðun. FH fer í sókn aftur. Magnús Óli tekinn umferð alveg. Stefán treður boltanum inn á línu og það er Þórir sem skorar. Vel gert hjá Halldóri með góða sendingu inn á Þórir sem skorar sitt fyrsta mark í leiknum. Egill, Brynjólfur. Já, það er full grimmir hérna Magnús, þetta var klaufalegt hjá Magnúsi. Já, þetta var algjör óþarfi, það var sjálfsögðu ekkert að gerast. Hann var komin langt, hann var langt fyrir utan punktalínu með verðar ekki. Hann var leiðinu út tilbaka í átt að sínu eigin marki. En Magnús er svona kannski full hástemdur, hann hefur lítið fengið að komast í takt við leikinn í sókninni. Hann kannski fer í taugarnar á honum. Þetta er leikmaður sem hefur vanur að spila eitt aðal hlutverk í liði FH. En hann náttúrulega tekinn umferð og fyrir vikið pirrar hann sig á því og enn einu sinni eru Haukarnir fleiri. En þeim hefur ekki gengið vel að nýta sér liðsmuninn hingað til. Þannig að við skulum sjá til hvernig núna. Snorri hérna vinstra megin ennþá. Egill, Brynjólfur, Egill, Snorri fer yfir, Egill, þarna Gal opnast fyrir honum. Og Ágúst Eli ver. Ágúst Eli ver, Halldór reynda að fiska þarna ruðning en Egill slapp í gegn og átti skot en Ágúst Eli stóð þarna mjög vel í markinu og fekk hann einlega bara beint í kassan. Ágúst Eli er búinn að vera 7 skot og einungis fengið á sig 5 mörk. Já. Þannig hann er að koma sterkur þarna. Jóhann Birnir kom inn í skyttuna í staðinn fyrir Magnús. Magnús er ekki út þegar rétt. Þannig að Jóhann kemur inn fyrir Þóri. Aðarsteinn, Jóhann. Aðarsteinn reynir að brjósta í gegn. Snorri tekur á honum aukast. Þannig að Aðarsteinn kom með 2 leikmenn í sig. Já, láta bolta ganga. Halldór. Halldór fór hann inn í teginn en hann var ítt á hann, þannig að það fær aukast. Það er svolítið kapp í leikmönnum. Menn eru að pirra sig út af smámunum og leis. Það sést nú Adam vera tilbúinn á bekknum að fara inn á. Þannig að hann lítur að koma inn á bara við fyrst tækifæri. Þetta er leikmann sem þeir verða að koma inn í spiliðsins. Aðarsteinn. Bender fer í gegn og hann skorar. Hann er að nýta færi sem vel í horninu. Þetta er 3. markið sem Arnar Bender skorar.
skora þarna undir Einar Ólaf og aftur þeir eru að skora þarna utanvert einum færri. En Arnar Daði kemur með mark beint í kjölfarið, þeir eru fljóti fram. En Haukarnir þurfa aðeins að laga hjá sér vörnina þeir eru einum fleiri. Þeir eru að fá mark á sig. FH spila bara svona seglu og svo bolta að vinna aðeins. Og svo gera það Halldór dauðafrýr á línni, sá hann ekki. Aðalsteinn í gegn, þarna galopnaðist vörnin og Aðalsteinn Gíslason skora sitt fyrsta mark. Þeir vinna þessa yfirtölu 2-1. 2-1, þetta er alveg eiginlega með ólíkindum hvað gengur illa þarna að ná þessu. Egill reyna að brjósta í gegn en skoti stöng og brotið á honum. Þarna galopnaðist vörnin, Halldór hljóp inn á miðuna, fyrst var hann dauðafrýr en svo eltu hann 2 menn. Þannig að Aðalsteinn fékk næst í hálfan teginn og setti boltan vel yfir höfuðið á Einar Ólafi. Brynjólfur kom á miðuna, Leonard kom inn í skyttuna, Leonard kom í miðuna, Brynjólfur en Ísak verður þetta skot. Arnar bendir nær honum, Leo lendir í honum. Þetta er klaufalegt brot. Já, klaufalegt. Hann er svolítið óheppinn þarna. Nýkominn inn á. Já. En þetta er ekki góð ákvörðun á Brynjólfi að skjóta þarna. Hann tekur skot og Ísak varði þetta skot mjög vel. Náði að setja aðra hendina hann bara fyrir boltan og verja það. Þannig að þetta var mjög vel gert hjá honum og Leonard var óheppinn. Leonard mjög efnilegur strákur sem er í 16 ára landslið Íslands. Er einn af betri leikmönnunum þar. Þannig að hann á eftir að koma meira við sögu í þessum leik vonandi. En nú kemur FH einu fleiri. Hvernig tekst þeim hjá að setja upp sókn? Það sem fá frið til þess. Magnús stjórnar. Ísak fer í loftið. Vann við skot fram. Þetta var ekki góð ákvörðun. Upp úr engu. Tekur Ísak bara dribblar af vörninu og tekur skotið. Það var ekkert kerfi sett upp eða neitt. Þannig að þetta var klaufalega gert. Hann tekur Magnús. Adam úr umferð. Arnar Daði reynir að brjósta í gegn, Egill. Brynjólfur kemur inn á miðjuna. Sending, fótur á Halldór, hann er rekinn út af. Klaufalegt, spennustíð, svolítið hátt hjá leikmönnum virðist vera. Það er 5 á móti 5, það er kannski að Haukamönnum vegni betur þá. Það getur verið. Það er töluvert að svona að klaufaskap hjá leikmönnum. Halldór vissi upp á sér sökinu leið og hann á búinn að rétt út fótinn, þetta var algjör óþarfi. Kemur Adam á miðjuna, Egill hérna vinstra megin, skiptaður stöðu, Adam kemur í árás, en það er brotið á honum, hlaut að vera, þá var það léleg sending. Egill mjög sterkur í spilinu maður gegn manni og þeir ættu að setja hann kannski upp á móti. Hann kemur hérna á Aðalsteinn, Adam fær boltan, hann er bara ragur, hann fer ekki í loftið, Brynjólfur, Egill reyna að tróða sér í gegn. Boltinn kom inn í vinstri höndina á honum, þannig að það var máttlaust skot og aukastæmt. Adam verður að þora, Adam verður að fara í loftið og hamra markið. Hann getur þetta, hann er búinn að sýna því meistaraflokki vetur. Reynir að fara utanvert, þeir taka hart á honum. Aðalsteinn á aðstöðan. Og nú kemur Adam hending honum. Brynjólfur með skot, Ágúst Elí ver, en það er glæsilegt mark hjá Arnari Inga í hægra horninu. Ágúst Elí náði að verja þarna fyrra skotið en Arnar Ingi náði fríkastinu og skoraði á minnkaða munni 11-7. Haukarnir eru að fá mannin sín inn eftir 5 sekúndur. Þannig að þá verður þeir með fullskipa lið. Jóhann sækir, Aðalsteinn reynir að fara í gegn. Brotið á honum. Leiktími stopp, rúmlega 2,5 mínúta eftir að fyrri hálfleik. 11-7 fyrir FH. FH-ingarnir einum færri næstu hálfu mínútuna eftir að Halldór var rekinn út af aðan. Nú taka þær örugglega Magnús aftur á umferð, Haukarnir. Brynjólfur er tilbúinn að fara út í hann. Brynjólfur kemur strax út í hann á. Ísak, Magnús, Jóhann, Aðalsteinn. Jóhann
fast skot en Einar Ólafur verður þetta vel. Já, svona að vera... Adam í loftið og skorar, hann á að gera miklu meira af þessu, miklu meira. Hann er búinn að vera ragur í þessum leik. Já, en þarna minnkar hann munin í 3 mörk. En maður ekkert að sá það hann Jóhanni Byrni þarna, hann langaði voðalega mikið að skjóta og svo næstur að boltan og þá lét hann vaða. Já. Og Jón Kristinn kominn inn í hægra horni á FH. Já, Halldór kom með 2 mínútur. Já, hann er komið það. Ísak, Aðarsteinn. Aðarsteinn er búinn að vera áræðinn í þessum leik. Þarna náður að losa Magnús. Boltinn í hornið en Arnar missir hann út af. Haukarnir eiga möguleika hraðri sókn, löng sending fram. En Ísak er mættur og nær að brjóta og stöðva þessa sókn. Haukakast. Þannig að FH nær að stilla vörninni. Egill á miðjunni, Brynjólfur, Egill aftur. Brynjólfur aftur kemur Bambrop í færið, hann á að fara upp í loftið þarna, hann er nálægt vörninni finnst mér. En Arnar fyrir nú horninu, hann skýtur í hliðarnetið utanvert, þannig að kom ekkert upp úr þessu. Það fóði sókn. Aðalsteinn, hann róa þetta niður. Finnst Bambrop vera að spila á nálægt vörninni, hann á bara að fara í loftið, uttar á vellinu finnst mér. FH tekur leikhlé og það ráða ráðu sínum þegar það er 52 sekúndur eftir. En Adam er kominn inn í puntalínu, þannig að varnarmaðurinn kemst alltaf í hann. Þeir eru spila aðeins fram með þetta í bakverðinum og úti Adam, ég myndi vilja sjá þá setja Adam meira í leikjörunum þannig að hann kom inn á miðjuna og er að koma upp í loftið á 2 leikmennina sem spila inn á miðsvæðinni hjá FH. Þeir eru aðeins flatari þar og þau vilja fá hann sé oftar klipptur inn á miðsvæðinni. Einmitt, það er það sem þið þurfa að... En Arnar Ingi átti að gera betur hann kemur honum undir Ágúst Eli en svo í hliðarnetið hittir ekki. Nei. Það er mikilvægt fyrir Haukana að verjast þessari sóknu FH til þess að við séum ekki mikil munur inn í hálfleik. Já. En þeir hafa komið ágætlega tilbaka eftir að lent og mikið undir að hann. Skynsamlegt hjá þjálfurum FH að taka leikhlé núna og reyna þess að reyna að spila út leiktímann og taka bara 1 skot. Já, þetta var nefnilega orðið svolítið svona, við vorum búin að missa nokkra sóknir þar sem voru ekki nægilega skynsamlega. Já. FH byrja þarna, Aðarsteinn, Jón Kristinn í horninu, Ísak, Aron Bender, það eru 40 sekúndur eftir, Ísak kemur í árásina, Adam brýtur á honum, aukakast. Þeir ætla greinilega að spila út tímann. Já, reyna að spila bara rólega, þetta tíma líða. Þórir losa Magnús. Magnús í gegn og skorar. Vel gert. Þarna losnaði Magnús úr gæslunni og náði að skora sitt fyrsta mark í leiknum. Haukarnir taka hraða miðju, keyra á þá, það er rétt í 19 sekúndur. Egill. Hann reynir að brjóta sig gegn en Aðalsteinn tekur vel á honum, góð vörn þarna. Jóhann Birnir kom eitthvað mjög langt út á móti Adami. Jóhann hleypti eiginlega Adam út úr þessu. Þarna Egill brýst í gegn, skot í stöng og Arnar Ingi. Hvað segja dómararnir? Markið stendur held ég. Hilmar dómarinn var næstur hlaupi fyrir en Arnar Ingi það var að vinna á hodninu en sem betur fyrir það var En var það ekkert. Markið stendur, já. Markið stendur, Arnar Ingi skorar. Beitti eiginlega hagnaðarreglunni þannig að það var brotið á Agli en hann náði að koma boltanum út í hornið á Arnar Inga sem fór inn og skoraði. Staðan í hálfleik 12-9 fyrir FH, hörku fyrir hálfleikur búinn og við ætlum að taka okkur smá hlé og koma svo hann aftur með seinni hálfleikinn. Kannt að búa til flýtileið fyrir setningar sem þú skrifar oft til að spara tíma. Lærðu betur á snjallsíma þinn hjá Vodafone. Frá þeim sem færði okkur Alice in Wonderland og leikstjóra Spiderman-fílingsins. Am I dreaming?
You're in Oz. That's my name. Everyone calls me Oz. I shall be your loyal servant. My bag, monkey. You're the only one strong enough to save us all. Just because she jumped off the cliff, you're gonna jump off the cliff? I have wings. That's not funny! Oz, The Great and Powerful, frumsýnd 8. mars. Símabikarinn. Taktu þátt í handboltaveislunni. Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominos. Ég elska að æfa. Ég elska að leggja mig fram. Ég elska að gefa allt sem ég á í þetta eina moment. Þetta moment kemur þig lengra. Markmiðið mitt? Ég ætla að vera besti miðjumaður í heiminum. Það er frábært að fólk hafi tíma. Það er einmitt það sem fólk þarf. Það er tími. 10 gigabæta niðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Ekkert stress. Tal. Svona á samband að vera. Boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla. Lífæð samskipta. Komdu og sjáðu glæsilegt úrval af elkjasjónvörpum í hátækni. Hlaðinn tækninýjungum eins og Smart TV, Cinema 3D, innbyggðu Wi-Fi og fleira. Þú færð elkjasjónvörp í hátækni. Ármúla 26. Sjónvarp Símans hefur breytt fjarstýringunni í tímavél. Mistur af uppáhaldsþættinum þínum áðan. Smelltu bara á I og flakkaðu aftur í tíman. Síminn. Á bakvið þetta þykka túberaða hár, silkiklútinn og dundur leggings og ég tala nú um mottuna. Það er bara kallmaður á ferðinni, með tilfinningar. Þannig að ekki láta blekkjast af þessu kallmannlega útliti. Vertu hetja og taktu þátt í Mottumas. Skráðu þig til keppni og safnaðu áheitum á mottumas.is.
Góða áhorfendur, velkomin til leiks aftur. Við erum að byrja hérna seinni hálfleikinn í bikar úrslitaleiknum. Það er símabikar karla annar flokkur sem eigast við Hafnarfjarðar stórveldin, FH og Haukar og staðan í hálfleik 12-9 fyrir FH. Og það má segja að markmennirnir hafi spilað svona sleppt rulluna í fyrri hálfleik. Ágúst Elí er með 9 skot varinn í fyrri hálfleik. Hann fá á sig, hann er búinn að standa sig virkilega vel í markinu og Einar Ólafur hinum megin með 7 skot varinn. Ertu ekki með 7 skrifið á Einar Ólafur? Jó. 7 á það báða. Já. En samkvæmt nýju tölfræðiforriti sem að HSI er búið að vera að keyra í gegnum helgina þá er Ágúst komið með 9 skot varinn. En seinni hálfleikurinn hafinn og nú er allt lagt undir. Hvort liðið verður bikarmeistari í öðru flokki 2013. FH getur lagður af stað í sókn, 3 mörkum yfir. Og eins og áður að þá taka Haukarnir Magnús Óla út úr leiknum, taka nú umferð. Þannig að nú reynir á aðra, Ísak sækir að, Aðalsteinn kemur, klippir og Ísak í loftið og þrumuskot á mark. Þarna kemur Ísak af krafti í loftið, lætur vaða markið. Haukarnir sækja í bakkið, Adam upp og nákvæmlega sama. Adam upp í loftið og skorar. Þetta var það sem við vorum að tala um í hálfleiknum. Þetta þurfti leikurinn að fá, þess að skiptur kemist í gang og hérna... Það hefur greinilega verið talað við þá í hálfleik að þeir ættu að fara í loftið og það er virkilega gaman að sjá þá félaga báða. Breiðast hárrétt við. Ísak er þetta á miðjunni, Aðalsteinn, Jón Kristinn í horninu. Aðalsteinn, Ísak, Þóri kemur inn að losa Magnús. Sendir samt á Ísak, Aðalsteinn, sækir og kemur Ísak á ferðinu og skorar. Miðskilningur í vörn Hauka. Vörn Haukana og FH kemst í 14-10. Ísak nær að nýta það vel. Aðalsteinn er að draga vel í sig 2 menn. Hann er búinn að gera þetta í fyrri hálfleik líka og lætur boltann detta á réttum tíma á leikmann sem kemur á ferðinu. Mætir á boltann eins og við köllum það og fer í gegn á fullum krafti. Þannig að Aðalsteinn er að skila flottum leikana. Egill reynir að brjótast í gegn. Sendir út í hornið Arnar Ingi. En var þetta stöngin eða? Stöngin. Já, stöngin. Aðalsteinn, Ísak, setja bara upp rólega aftur. Jóhann skiptir af velli, Þóri kemur á línuna. Þarna náðu Haukarnir líka að skapa sér ágætis færi, þeir þurfa að nýta færi betur. En FH-arnir voru að gera spiluð skynsamlega á því að línumaður náðu líka rykkja móti Aðalsteini sem skapaði þessa yfu fyrir Ísak. Sjá hvort þeir ætla að spila sama aftur. Nei, þeir ætla að losa Magnús. Magnús. Sendi kanni Jón Kristinn á að koma boltanum áfram á Þóri en Haukarnir náðu að verjast þessu. Magnús með boltan og fer í gegn. Haukakast. Það er Hallur sem náðu að stoppa hann. Nei, Arnar ekki. Ísak, Þóri kemur. Spila með Arnar í horninu. Arnar í lofti, skot og mark. Arnar bendir með sitt 4. mark í 4 skotum. Spila vel. Hann er búinn að spila vel, óhræddur hann í horninu, kom inn á miðuna, stökk upp í loftið og skot í gólfið sem að Einar Ólafur réð ekki við. Egill reynir að brjósta í gegn, Ísak tekur á föstu tökum. Haukar skiptu markvörð, Grétar er komin inn á. Grétar Ari Guðjónsson er komin í markið, hann er markmaður í íslenska 16 ára landsliðinu. Gríðarlega efnilegur, þeir eru ekki á flæðiskeri staddir, Haukarnir með markmenn. Gaman að sjá hvað er mikið af flottum ungum markmennum koma upp. Ísak náði að komast hann inn í sendingu, inn á línuna. Það verður Egill að sækja meira sjálfur. Já, hann var greinilega ekkert að horfa á markið, þannig að Ísak náði að lesa þetta. Önnur línusending. Það vantar svona meiri ákveðni í sóknarleik Haukana. Hallur er nokkuð sterkur hann inn á línni. Þeir hafi þurft að nýta hann betur í sóknarleikum. Kemur Adam inn á miðuna eins og þú talaður meira eftir að gera. Það er Leo fyrir inn á horninu en Ágúst Elí verða. Magnús Elí kemur á ferðinni en léleg sending. Vel gett hjá Brynjóli, skilaði sér tilbaka og náði að komast inn í boltan. Haukarnir, löng sending fram, Leo aftur inn á horninu og aftur ver Ágúst Elí. Hann er komið með 10 skot varinn. Leonard verður að hoppa hærra þarna, hann skapa sér ekki nægilegan tíma. Ágúst Elí nær 2 boltum frá honum, vantar með stuttum mittibili. Ágúst
Les hann vel í skotinu. Þá kemur aftur í sók 5 mörkum yfir, 15-10. Aðalsteinn, Jón Kristinn. En Alexander kemst hann inn í. Það að stela boltanum. Haukarnir sækja Egill. Nú kemur Bamburg á þetta upp í loftið. En Ágúst Elí ver. Mjög vel varið hjá Ágúst Elí. Löng sending fram en Bamburg stelur honum. Þarna var kappi fullmikið hjá Ágúst Elí. Reyndi að koma boltanum. En þetta var ágætið skotfæri fyrir Nathan, en þetta er of einfalt. Hann skýtur mjög mikið þarna að hægra með varðfærin. Ég held að það sé búin að skjóta öll skotin sín þarna. Já, hann þarf að ekki nefnilega taka það sem út að segja og læra á því. Þannig að klippaði Adam alveg út. Þannig að því náðu ekki að skipta. Brynjólfur, Arnar Daði inn, en glæsileg markvarsla hjá Ágúst Elí. Ágúst Elí að verja virkilega vel. Flott tækni hjá þessu strák. Hann er búinn að vera í læri hjá Bergsveini sinni undanfarin ár og hafi skilað miklum árangri. Þannig kemur Egill. Aðalsteinn var í honum. Hann er að brjóta á uppkast. Brynjólfur út í hornið, Egill í gegn, en skýtur framhjá. Hann náður að opna ágætsfæri utanvert. Ágúst með langa sendingu fram, en aftur nær Bamburg. Þetta var svolítið klaufalegt hjá Ágústi. Adam fer þá inn. Ágúst Elí ver, en dæmt vítakast. Mikið af mistökum í þessum leik. Já, Ágúst Elí allt og bróður. Hann er búinn að hafa 2 sendingar þarna bara á innan við mínútu fram sem Adam Bamburg hefur hirt í bæðiskiptin. Þannig að það er ekki nóg að verja vel. Þú ert að vera klókur og í framhaldi, en Ágúst Elí er samt með mjög góða sendingar fram í hraðahlaup og það er eitt af hans stærstu vopnum. Brynjólfur fer hann á línuna, Ágúst Elí til varnar og Brynjólfur skorar. Þetta er líka mikilvægt fyrir þessa markmenn, það er að þora að kasta fram. Já, og þeir eiga náttúrulega ekki að hætta þó að klikki, þeir verða að hafa hugrekki til þess að gera það. Það snýst það svona að læra að vega að meta hvernig maður á að gera það. Já. Aðeins að anda kannski djúpt og horfa áður en hann lætur vaða fram. Hann fá í sóknu aftur, Ísak, Þórir kemur, reynar að losa Magnús, sendur á Arnar, Aðalsteinn. Þetta endur fótur á Arnar Bender. Adam með langa sendingu fram, Arnar Daði í gegn og hann skorar. Þeir eru fljótir að refsa þarna, góð sending fram hjá Adam Bamburg og Arnar Daði kemst í hraðahlaup og skorar. Minka munin í 3 mörk. 3 mörk, þannig þeir eru aðeins að saxa forskotið. Spurning hvort að þetta gefur þeim aðeins meiri trú á verkefnið og þeir ná að jafna leikinn. Ísak, Aðalsteinn. Aðalsteinn ætlaði að skila þarna boltanum á Ísak, en þeir náðu að í skothendina. Hendin á honum var ekki nægilega langt frá varnarmannum. Arnar, Ísak, Magnús Óli reynir að fara í gegn, en þeir stela boltanum. Löng sending fram, Brynjólfur kominn einn á móti Ágúst Elí. Brynjólfur í gegn og Brynjólfur skorar. Sitt með sitt 3. mark. Magnús Óli reynir að gera þetta mikið sjálfur. Hann er að draga þessi 2 og jafnvel 3 leikmenn og það verður náttúrulega að sleppa boltanum. Ísak í loftið en vel varið. Magnús Óli fær boltan og skorar. Það var Alexander sem varði skoti frá Ísak, en Magnús Óli fekk boltan í hendurna, fór í gegn og skoraði. F-fangar hefnir þarna. Já. Ná að auka munn aftur í 3 mörk. Mjög vel varið í vörninni hjá Alexander, en boltinn hrökk til Magnúsar sem var í döðafæri á línunni og náði að nýta sér það. Nú er Jóhann að klippa Adam út. Egill og Brynjólfur hjá hérna að sækja. Leo kemur inn á miðuna, ætlar að spila upp. Þetta er rauningur. Þetta var hérna gamla kerfi sem átti að rúlla hérna í gegn, en FH getur náðu að vinna þessu út úr blokkeringunni og Þarna fær Leonard á sig ruðning, en vandamál er að Egill er ekki nægilega aggressífur. Hann sækir ekki nægilega mikið til að draga manni frá fyrir hann. Hann vantaði breiddina hjá Agli. Sækja utanvert til þess að draga bakkurinn burtu. FH í sóknu aftur. Getur aftur aukið munn í 4 mörk. Sigurður er kominn inn á. Ísak fyrir loftið. Alexander grimmur við hann hérna í vörðinni. Þeir búin að fína leik. Arnar
Sigurður, Jón Kristinn, Sigurður og Ísak. Sending inn á Þóri, nær ekki að grípa og þetta er lína á Þóri. Greta boltann fram, Adam með hann. Skila boltanum, já, Brynjólfur. Og góð sending á Arnar Daði, en frábærlega varið hjá Ágúst Eli. Arnar Daði leysti hérna inn á miðja línuna, fékk dauðafæri. Það voru 3 leikmenn Haukana línu og það gaf dauðafæri en Ágúst Eli varði frábærlega. Alveg. Reyfingin var þannig, hann las skotið, vissi hvað hann var skotið. Nákvæmlega. Þetta er ekki bara heppni eins og margir halda þeirra markmenn, að þeir bara breiða úr sér og vonist til að vera skotið og þeir veiða menn til að skjóta og þeir lesa skotreyfinguna og það eykur líkurnar á að þeir ná að verja skotin. Tæpa 10 mínútur búnar af seinni hálfleik, staðan er 16-13 fyrir FH. Hörkuleikur hérna í gangi. Og Jóhann kominn inn á til að hvíla Ísak. Jóhann í sókninni, Ísak fær þarna smá tíma til að kasta maðurinn, hann mæði mikið á honum bæði í vörn og sókn. Jóhann og Sigurður eru þarna núna. Jóhann blokkar fyrir Magnús, Magnús fær boltan, skila honum á Jón Kristinn, sending inn á Þóri en Adam nær að trufla hann, þannig að Þóri nær ekki að grípa boltan. Aukakast, Jóhann með boltan, stórt svæði. Sigurður reynir að brjótast í gegn og að brjóta á honum. Þannig finnst leikmenn svolítið bráðum. Það kemur ekki nægilegt flot á boltan, þannig að þeir ná ekki að rífa vörnina í sunduna eða ekki. Jóhann í loftið, en Greta verið þetta vel varið og Gretari. Adam hleypur upp völlinn, Brynjólfur með hann, sending út í horni á Leo og Leo skýtur framhjá en það er vítakast og Arnar er rekinn út af. Arnar hljóp í hann, var það ekki? Jú, ég veit ekki, Leonard fer líka aftur með hendina. Það var eins og Leo væri bara ragur við að skjóta. Ágúst Eli búinn að verja frá honum 2 skot og það var eins og hann bara vildi láta brjóta sér og fá vítið þarna sko. Já, mér fannst það að sækja hans í mannin og setur hendina aftur og fer það utan í hann. Hann virkaði stressaður af því Ágúst var búinn að verja 2 frá honum og verð fullkomlega sáttur við að fá þarna vítakasti bara. Brynjólfur fer á punktinn. Ágústi varnar, Brynjólfur getur minkað í 2 mörk. Brynjólfur og hann skorar sitt 4. mark í leiknum og staðan er 16-14. Jæja, það er spurning hvort að Haukarnir gerir betur núna, einu fleiri. Já. F-fangarnir eru búin að koma betur út í þeim blóttum í leiknum. Þannig nú er gott tækifæri til Haukana að fara innleik. Jón Kristinn í gegn, utanvert og skorar. Það er enn einu sinni sem við erum að tala um þetta. Jón Kristinn sótti bara þarna á sinn mann, fekk allt og stórt svæði með hann og náði að komast utanvert á hann. Adam í loftið, en dæmt skref á hann. Þeir eru ekki að setja upp í kerfi einu fleiri Haukarnir og þeir eru ekki að nýta sér liðsmuninn, enga veginn. Enga veginn. Það er búið að vera, þetta er sennilega í 5. skiptið sem að þeir eru fleiri í leiknum og flest skiptin hafa þeir farið illa út úr þeim köflum. Já, og staðan er, og þeir einungis 3 mörkum undir. Það er auðvitað grátlegt að missa mannin utanvert. Það getur gerst einu sinni í leik, en það gerist ekki. Á ekki að gerast aftur. Ísak Kóin hérna, Jóhann fer upp í loftið, sending á Magnús inn á línu, en aukast. 12 mínútur liðnar, 17-14 fyrir FH. Magnús er klipptur út, FH eru færri. Þarna missir Jón Kristinn boltann, Aðalsteinn hleypur upp, hann nú ekki alveg ákveðinn hvað gerir en ákvað síðan bara að fara alla leið og skorar. Það var svona eins og hann væri að henta upp. Já, hann var að bíða eftir einhverjum samherja því að eins og hann væri ekki vanur að fara fram fyrir miðjum mikið. Hann er búinn að spila eingöngu vörn í þessu leik. Já, þessi strákur nú í fótboltaliðinu í Haukarum og hérna í meistaraflokksliðinu og er aðeins að hjálpa þeim í vetur og vörninni. Búinn að fína leik hérna og þarna stal hann boltanum og fór bara alla leið og náði að skora. Jón Kristinn fyrir inn á horninu og skora glæsilegt mark. Þetta var virkilega vel skotið. Gretar sest aðeins en aftur fara þeir inn úr horninu.
Aftur klikkaðar utanvert í horninu í vörninni. Já. Brynjólfur. Andri Björnkóðin þarna í horni hinum megin. Haukarnir að skipta leikmenn milli varnar og sóknar. Kemur Adam, Egill var að sækja að reyna að tróða boltanum inn á Hall en Magnús fer bara með sér inn í teginn. Lettandi aukast. Það er ágætið svæði fyrir hann til að vinna með Halli, hann þarf bara að sækja lengra sjálfur. Vel varið hjá Ágústi frá Agli og fá boltan. Löng sending fram. Jón Kristi gerir vel á boltanum, sendir á Adam Wender. En frábærlega að spila hjá Jón Kristi. Já. Brynjólfur, Adam reynir að fara utanvert. Og það er undir Runingur. Þetta var harkalegu dómum fólkmanni. Þetta var bara einfallega ráð. Það er bara einfalt. Þetta var ótrúlega skrítið. Býtu, og hver er ekki út á? Adam er ekki út á í kjölfarið. Þetta er dýrt. Hann náttúrulega á að vita betur. Hann á ekki að vera pirraður þó að dómurinn hafi allavega orkað tímanis. Ég var bara mjög hissa að það skildi verið undir Runingur. Já. En hann er ekki út á þarna fyrir kjaft. Og þetta getur verið dýrt kjaft. Nú er F á einu fleiri. Klaufalega gert. Missa boltan. Ágætis hugmynd hjá Jóhanni Birni en Arnar Bendi kemur að það hratt á mótunum og náðu ekki að grípa boltan. En Ágúst Eli er búinn að verja virkilega vel í Já, ég held að sem er 12-13 skot samkvæmt mínum bókum, hann er að Egill að reyna að brjósta í gegn. Þeir eru einu færri núna. Nei, það eru bæði liðin. Nei. Samkvæmt klukkunni ættu... Haukarnir eru einu færri. Já, það eru brottvísun á bæði lið á klukkunni. Leo reyna að brjósta í gegn og færa á sitt enda Runing. Þetta er ekki alveg að ganga upp hjá Leonard. Magnús fiskaði vel að náða stöðsett sig. Ísak sækir Sigurður. Þetta er Runingur aftur. Það var klaufalega gert hjá báðum liðum núna. Það er ósamræmi hjá dómarunum. Annar dómari dæmir aukakast og hinn Runing. Og hérna, það lítur aldrei vel út fyrir dómara þegar svona er. Nei. En F-fáingarnir er ekki að fara vel að ráðu sínu. Verandi einu fleiri. Þetta var klók vörð hjá hann Magnús Óla áðan á móti Leonard. Hann gerði það virkilega vel. Stilti sér vel upp fyrir hann. Egill er inn að brjósta í gegn. Leo, Brynjólfur. Góð sending hjá Brynjólfi inn á línuna á Egill. Og það er brottvísun. Það var mjög vel spilað hjá Brynjólfi. Já, glæsileg sending hjá Brynjólfi inn á Egill sem fór í gegn og Sigurður Njálsson braut á honum og að mati dómarana verðskuldaði það 2 mínútna brottvísun. 18-15 og það er Brynjólfur sem tekur þetta vítakast. Ágúst Eli til varnar. Haukarnir spila betur einu færri heldur en einu fleiri. Já, það má segja það. Það er búin að nýtast en betur. Það er Brynjólfur með vítakastið og hann skorar á öryggi. Hann er komið 5 mörk í leiknum og minnka muninn í 18-16 þegar að síðara hálfleikur er rétt rúmlega hálfnaður. Hann er náð sér á strik núna í seinni hálfleik eftir svona kannski erfiðar mínútur í lok fyrir hálfleiks. Þannig er maðurinn að koma inn á. F-fáingarnir ætla að vera fljótir að notfæra sér það. Bolti kemur út í hornið. Jón Kristi með skot og Gretar verða vel. Þetta var hérna F-fáingarnir á næstum búin að missa boltan en það endaði dauðafæri. Mjög góð færi Jóni Kristi en Gretar varði vel og nú er það 18-16. Það er virkilega vel varði. Og Haukarnir geta minkað muninn í 1 mark. Nú eru einu fleiri Haukarnir, þannig að spurning hvað gerist, en það er ekki reist vel hingað til. Adam fer bara í loftið en Ágúst grípur hennar bolta. Aftur skýtur hann. Hann bara mætir í hornið á hann. Hann er greinilega búinn að vinna heimavinn og þeir eru saman í 18 ára landsliðinu. Hann er búinn að æfa með honum og spila ofta mót honum líka. Þannig að hann greinilega þekkir vel inn á hann. Og sækir F.A. rólega. Jóhann reynir að fara í gegn, broti á honum. 2 mínútna broti sem fyrir að fara í andlit
Alexander veit ekkert hvað í gangi, hann rekinn út af hérna, hann skilur ekki hvað var að gerast þarna. Þetta var svolítið óvænt, það virtist ekkert vera bara aukakast og ekkert að gerast og svo allt í hennu komu hlutarnir. 2 mínúturnar, hending kom bara upp hjá Hilmari og rak Aðalsteinn út af. Það nú oft leikmenn í þessum aldurflokki, þeir eru svolítið ákafir í varnarleikum, pínu klaufar og fyrir vikið kannski meira 2 mínútna brottvísanir í því heldur en í meistaralokunum þegar menn eru orðin agaðri og vita að kunna línuna betur. Já, og það á bara ekki að láta rekka sig út af vegna það er erfitt fyrir liðið. Magnús Óli, Jóhann í gegn og fær vítakast. Þarna tróð hann sér í mjög þrönga rifu. Þannig fannst svona hugsanlega þeir eru kannski geta staðið betur á hann og fiskað rauningin en já, hornamaðurinn í Haukum mátt loka betur. Hann steig aðeins frá. Magnús fer á vítabúndinn, Grétar til varnar. Það gerir Magnús. Hann skorar öryggi og eikum munni 3 mark aftur að 19-16. Haukarnir leggja stað, einum færri. Egill, Adam, Brynjólfur, upp í hornið á Leonard. Brynjólfur aftur. Sending, Egill. Já, þeir mistu boltan hann, þetta var svolítið. Bjartsýni þarna. Magnús með góða sendingu á Sigurð og hann skorar. Sigurður Njálsson skorar eftir góða sendingu frá Magnús Óla í hraðaflöfi og staðan honum 20-16. Þetta leysir Sigurður vel inn á móti boltanum og mættur á miðalínuna og Magnús finnur hann. Haukarnir voru að hafa smá bjartsýni í þessu sem voru að gera og þeir mistu boltan inn í teginn og þeim var refsað með hraðaflöfi í bakkinni. Brynjólfur. Arnar ekki kominn aftur í hornið. Brynjólfur. Smá ráðleyslegt en þeir eru færri. Andri hérna út í vinstra horninu það. Það styttist í mannin. Annar reyndi að vera tróðin á línuna. Fótudæmdur á Magnús Óla. Maður er kominn inn á, þeir eru jafnmargir aftur. Allur fyrir á línuna og Brynjólfur með skot en framhjá. Þannig FH leggur af stað í sókn. Farið sér engu óslega. Þeir eru með 4 marka fórustu, 11 mínútur eftir. Þannig að það er að gera fyrir þá að leika skynsemi og opna vörn Haukana. Það er alveg verið svona þægilegt forskot svona mest allar leikin en Haukarnir höfðu sensin á hann, 18-16 að minka niður 1 mark en eru búin að fá 2 mark í hausinn, þannig að það kom upp í 4 mark aftur. Leysir Sigurður inn. Jón Kristinn í loftið í vörnin á aftur fyrir podcast. Sigurður með boltan, sækir Jón Kristinn djúpt í horninu. Sigurður, léleg sending heppin, fær boltan aftur. Þetta aukast, þetta er mjög heppin sending á Sigurði en heppnir að halda honum. Já, Magnús reynir að fara utanvert í gegn og skorar af miklu krafti. Hann reyfa sig í gegn. Þetta er einmitt það sem Magnús er góður í, að brjótast í gegnum vörðanstæðingun og hann gerði það af fullum krafti og eikum muninn í 5 mörk. Það tapar 10 mínútur eftir. Egill. Adam að krafti. Sigurður rekinn út af. Sigurður rekinn út af. Er í hálsinn á honum. Já. En Haukamenn búin að skipta hornamann, Arnar Daði kominn inn á aftur. Og Einar Ólafur er komið í markið. 10 mínútur eftir, þannig að þeir verða að skora núna eða þeir að gera sér vonur að hérna. Já, þeir verða að koma sér inn í hennar leik núna. Þeir eru einum fleiri, það verður ekki gengið vel hjá þeim hingað til en núna er tækifæri til þess að koma sér inn í hennar leik fyrir alvöru. Mættu spila einhver aðra leikaferð, þetta verður ekki gefið en allan leikinn. Þarna vel unni hjá Jóni Kristni, vann hann vel fram fyrir línumanninn og náði að trufla og síðan voru mættur hérna Jóhann og Ísak. Hallur er í erfiðri stöðu hérna, berjast við þess að 2
sterku varnarmenn. Þarna létu þeir ekki stoppa tíman. Það líður þarna einhverjar 8 sekúndur held ég minnst kosti. Þannig að Magnús fer og ræðir við tímaðurinn. Ég veit ekki hvort að hans þykist hafa gefið merkjum að stoppa tíman og þeir hafa ekki gert það eitthvað. Þannig hann bætir við nokkur sekundur, klukkan fer ekki alveg strax í gang. (21:16), rúma 9 mínútur eftir. Tækifæri til Haukana að vinna sinni inn á leik núna. Hann tekur leikhlé. Einar Jónsson tekur leikhlé. Gott hjá honum, hann þarf að fá mark núna til þess að Núna verða þær að setja upp eitthvað nýtt kerfi, einu fleiri. Mér sýnist að vera að fara að gera það. Hann er komin upp með taktíktöfluna. Taktíktöfluna nú á að fara að teikna upp bara næsta mark Haukana. Það verður gaman að sjá hvað kemur út úr fyrstu sókninni. Hvort að menn gera eins og fyrir var lagt og hvort það virkar. Já, það hljóta að koma eitthvað annað en að vera að spila í allan leikinn sem hefur gengið mjög illa og verður gaman að sjá hvað hann ætlar að gera. Já. Ef það getur þurfa bara að halda áfram að spila þess að sömu vörn og eru að vera að spila. Þannig við náðum. Já, við erum að spila mjög góðan vörn. Það verður mjög þéttir og sterkir líka í svona flestum innvíum maður á móti manni og líka í vinnunum með línumannin. Já, þeir eru fljótir að tvöfalda á línumanni. Það er ekki bara einn á honum og þá er svo hætt við að maður verður reikinn út af. Næsti maður er alltaf kominn til að hjálpa og þá eru 2 að steinpast við hann og þá er erfiðara fyrir dómarann að reika út af. Svo hefur Ágúst Eli verið að vinna mjög vel með varnarmönnunum í þessar samvinnu. Varnar og markvörslu í blokkinni. Ísak hefur verið að setja upp ágætis hávörn og Ágúst Eli hefur lesið skotið vel. Já, nú kemur hvað Einar Jónsson hefur teiknað upp fyrir þá. Kemur ljós. Ætli við megum ekki eiga bara von á glæsilegu marki. Skulum sjá hvað gerist. Hallur tekur aukasti. Adam með boltan. Sækir Binni, Adam fær skotið. Það er ruðningur á Egil. Arnar Ingi var með hálfan völlinn í horninu. Arnar átti hann að senda í horninu. Þetta tókst, þetta leikkerfi sem hann var að teikna upp og láta á spila örugglega. En Egil lét ekki boltan detta í horninu. Arnar Bender, hornamaðurinn, var fljótur að stíga fyrir hann og næra að fiska ruðning á hann og það var mjög mikilvægt að opninu var til staðar. Opninu var til staðar en boltinn kom bara ekki á mann í döðafærinu. Haukar takur 2, Magnús Óla og Ísak. Jóhann, hann kemur Arnar, hann er komin í svolítið vandræði. Jón Kristinn nær frákastinu og skorar, þetta var mikilvægt. Arnar Bender komst í algjör öngstrætið þarna og það var í frá honum. Bambrúfu upp, þarna maður spyr sig af hverju gerir hann ekki miklu meira af þessu. Það er kannski einfalt að segja það, en málið er að ég veist F-fáingarnir verið greimar allar lausu bolta. Já, þeir eru að taka fráköstin. Já, fráköstin og hvers skiptir líka sem eru liggum við búin að missa boltan á árunum alltaf. Hann bara hrifsaði hann til sín og það skiptir miklu máli. Jóhann setur undir sig hausinn og það er dæmt af hann. Ruðningur. Haukarnir geysast á stað, Brynjólfur á ferðinni. En Jóhann nær þessu, þetta var klaufaleg sending af Brynjólfi. Jóhann hljóp hann vel tilbaka og náði að slæma hendi í boltan og þeir vinna hann aftur. Þannig að þeir eru búin að spila mannin sín inn á og fengu ekki á sig mark. Á meðan, það var 1-1. Adam skoraði og Jón Kristinn, það var 1-1 í skafli. Arnar Bender inn í gegn en Einar Ólafur Verita. Arnar búin að klikka 2 í röð og búin að vera 100% fram að þessu. Sennilega þreyttur eða eitthvað. Egill reynir að fara kraft í gegn en Sigurinn er að stíga fyrir hann. Það var gott hjá Jóhanni Birni hérna áðan að hann fær á sig ruðning sem var kannski svona ekki, var harður dómur. En stæði fyrir að svekkja sig við dómgæslinu, þá var hann fyrstur tilbaka og náði boltanum. Já, það er einmitt það sem maður vill sjá. Leikmaður sem gerir mistökin í sókninni
hann á bara að bæta fyrir það með því einu að keyra tilbaka og spila almennilega vörn, ekki vera að hrista á hausinn eða sekja sig á því sem gerðist. Þannig það var einmitt virkilega flott hjá Jóhanni. 7 mínútur rúmar eftir, staðan 22-17. Innlýsing. Hallur fer í gegn en Ágúst Elí verið þetta vel. Virkilega vel varið. Þetta eitt af því fáum færum sem Hallur hefur fengið í þessu leik. Það gengi erfiðlega að finna Hall. Ágústi komið með minnskosti 15 varinn skot. Það náttúrulega slagar upp í næri 50% markværslu, þannig að það gríðarlega vel gert hjá honum. F.A. stað í sóknina, Jón Kristinn, Aðarsteinn kominn aftur, hvíla Jóhann. Það rúlaði svo gætlega þarna, Ísak kemur, Þórir út á móti, lætur Magnús á boltann. Það gerir Magnús. Aðarsteinn upp, skorar, glæsilegt mark hjá Aðarsteini. Íkvæðinu aftur, hann búinn að skila vel, góðum tíma í þessu leik. Þarna kemur Adam, sitt 5. mark. Gott skot í Adam, kemur hann á ferðinni. Það er Aðarsteinn búinn að vera klókur í þessu leik. Já, hann búinn að standa sig vel. Standa sig vel, komið með gott mark þarna og F.A. heldur aftur að staði sóknina 6 mínútur, 5 marka munur. Og fekk Hilmar nóg að einhverju tuði Einari Jónssoni, þjálfara Hauka, gefur honum guldspjald. Ég held að það vildi fá rauðning hérna á F.A. síðustu sókn. Jón Kristinn kemur út á, Halldór kemur í hornið. Aðarsteinn, Halldór, Jóhann Kóinn, Ísak út af. Hauka taka 2 umferð. Brotið á Aðarsteini. Magnús með boltann. Andaði með skref á Magnús þannig sínst mér. Og Haukarnir geysast upp, það gerir Adam. Egill með boltann. En góð vörn þarna hjá Aðarsteinn og Ísak. Aukakast dæmt. Þarna var Magnús Óli, það var ekki á sig skrefin. Ég er ekki viss um að það hefði verið skref. Nei, ég er ekki viss að þetta var glæsileg hreyfing hjá honum. Hann með skemmtilega snúningsfintu þar sem hann skilur varnarmennina oft eftir. En vel varið í vörninni, Ísak með enn eitt varið skot þarna í vörninni. Haukarnir að stytta sóknuna sína núna til þess að ná þessu fórskoti. 5 mínútur eftir, 5 marka munur. Hallur í gegn og skora loksins, fekk hann almennilegt færi, hann er búinn að færi þarna áðan að vísu, en þetta er fyrsta markið hans í leiknum. Þeir eru búin að nýta Hall meira í þessu leik, hann er mjög sterkur. Já, en F.A. hefur náð að tvöfalda vel á hann og verið að veiða sendingar og trufla hann. Aðarsteinn í loftið, varið, en Halldór nær frákastinu, fer í gegn og skorar. Það er þetta sem skiptir máli, að taka frákostin. F.A. hirðir öll frákost, þarna voru þeir farnir að staði hraðablaup, Halldór fekk boltann einn í horninu eftir að Einar Ólafur hefði varið vel frá Aðarsteini. Þarna Magnús nær boltanum og sérðu, hann kastar sér á hann. Þetta er það sem skiptir máli í handboltanum. Arnar Bender kemst í gegn og skorar. Magnús var grimmur, kastaði sér á lausan bolt á hirtan og fyrir vikið komið 6 marka munur. Ég held að það sé örugglega 8-10 boltar í leiknum sem að F.A.-garnir hefði verið fyrstir. Já, bara í grimmd og vilja. Þarna ver Ísak með fætinum. Það má sjálfsögðu ekki og hann er rekinn út af. Hann er búinn að hafa góðan leik sérstaklega í vörninni. Ísak. Hann er með 4 mörk í sókninni og mjög góðan leik í vörninni. Já, hann er kannski ekki með nægilega góð skotnýtingu í sókninni. Nei, lélega nýtingu. Hann er mjög traustur í varnarleik F.A. En það er Ágúst Elí sem er búið að standa sér rosalega vel í liði F.A. Hann er nú Bambrúk með fínt skot og skora hjá honum sitt 7. mark. 25-20, 3,5 mínútur eftir. Haukarnir koma framar á völlinn, taka alveg 2 umferð. Það er Aðarsteinn, Arnar Bender, reynir að fara í gegn. Fær þarna aukakast. Tíminn vinnur með F.A.-ingu núna. Magnús hættur rekka frá. Og Magnús reynir að brjóta í gegn. Aukakast. Rétt rúma 3 mínútur eftir, 5 marka munur. Haukarnir verða að taka ákveðna áhættu.
Rauningur, Augljós Rauningur og löng sending fram, en Magnús nær honum. Þarna skilaði Magnús í vel aftur og rífur hann að bolta. Og segja Haukar náttúrulega urðu að taka kannski ákveðin áhættu, en þetta gekk ekki upp. Jóhann, Arnar, Aðalsteinn, Arnar, Halldór leysir á móti, en sendingin ekki góð og fer í innkast. Það veitir nú fara af varnarmanni Hauka, en dómararnir dæma Haukumboltan. 2,5 mínútu eftir, 5 marka munur. Það er allt hægt í handbolta, en þetta er óneitanlega mjög erfitt. Þetta er mjög erfitt. Haukarnir þurfa að fá strax mark og svo þurftir að koma mjög framalega völlin til þess að hleypa F-fáingunum. Þarna var klaufaleg skipting. Þarna voru F-fáingarnir að skipta og Brynjólfur nýtti sér það, var fljótur að skora með sitt 7. mark í leiknum. Haukarnir mjög framalega völlin. Framalega. Þeir mega ekki brjóta í aukakast, þeir verða að hleypa F-fáingunum í skot. Halldór kemur að og léleg sending. Og þeir keyra fram, Brynjólfur. F-fáingarnir fljótu tilbaka samt. F-fáingarnir mjög fljótu tilbaka. Haukarnir á rægir í hraðarhlaupunni. Já, brot hjá Brynjólfi, aukakast. Þeir urðu að skora þarna strax. Pambrúk í loftið, en Ágústi mættur á hann. Skýtur þarna á sinn stað. 16. skoti hjá Ágúst sem hann verið í markinu. Já, Jóhann Reykján út af þarna. Lendir aftan í Adam. Haukarnir geta ekki verið að gefa sér langa tíma í sóknum núna, þeir verða að fá skot. 1,5 mínúta, 4 marka munur. Þeir verða bara að slúta strax. Brynjólfur gerir það, en yfir markið. Þar fór síðast í sénsinn, ef að séns var, en þá er hann farinn núna. F-fá leggur á stað í sóknina. Aðalsteinn. Björn Örlyg sem kom inn á hérna í hornið. Þeir taka leikhlé. 1 mínúta og 10 sekúndur eftir. 4 marka munur. F-fáingarnir virðast vera að sigla þess í land. Guðjón reyna að róa það niður. Já. Fá til þess að klára leikinn. Klára leikinn, Haukarnir að koma mjög framalega völlin núna og þurfa að reyfa sér boltalaust. Samanskapið með Haukarnir ekki að brjóta þeim. Nei, ég verða bara að sleppa þeim í gegn og ef einhver fær færi þá frista þess að Einar Ólafur ná að verja. Leikurinn að 9, 1 mínúta og 10 sekúndur eftir. F-fáingarnir í sókn. Aðalsteinn, Halldór, Örlygur, Aðalsteinn, Halldór. Lítið að gerast hjá þeim, þeir eru bara að láta bolta vinna. Magnús í lofti, vel varið hjá Adam. En þarna er pirringur í Arnari Daða, en dómarnir láta það eiga sig. Enn aftur ná F-fáingar lausa boltanum. Og þennan líka, það er bara Örlygur. Klaufalega gert. Klaufalega gert. Snýr hérna Adam Bambrúk niður. Aukakast er ekki út af, en það getur 2 færi, en það er bara eftir 33 sekúndur. Það er allt og stuttur tími fyrir Haukana að þarna jafna leikinn, 4 marka munur. F-fáingarnir byrjar að fagna bæði. Fleiri að þá ná þeir þessu aldrei. F-fáingarnir byrjar að fagna bæði varamannabekknum og í áhorfendaböllunum. Það er fullt af fólki á þessu leik, virkilega gaman að sjá. Það skulle vera mikill áhugi. Leo fer í gegn, en hann hefur enga trú að hann getur skorað og kastar þetta framhjá.
Magnús brunar upp, hvað gerir Magnús? Mikið kraftur í honum, sending á Aðalstein. En ennþá 10 sekundur, Magnús vil gera eitt í viðbót, en þeir missa hann. Löng sending, Brynjólfur, einn á móti Ágúst Eli. Og hann skýtur í stöng, Ágúst með langt yfir, og það er FH sem er bikarmeistari í öðrum flokki karla 2013. Þeir vinna hérna Haukana í hörkuleik 25-21. Hörkuleikur sem við fengum hérna, FH-ingarnir komust í þokkalega mun strax í fyrri hálfleik og Haukarnir náðu ekki að brúa bilið, náðu minnka munin í 18-16, en þá bættu FH-ingarnir í aftur og náðu að vinna nokkuð öruggan sigur. Hvað finnst þér, Aron? Ég veist að FH-ingarnir bara vera nokkuð voru sterkir í þessu leik, þeir voru sterkari aðeins fannst mér mest alla leikinn og Ágúst Eli að verja með jaft alla leikinn. Allan tíman. Einar Ólafur byrjaði vel en svo fjaraði undan markvörslunni í Haukunum, en Ágúst Eli og varnarleikur FH laði grunninn að sigurinn við þetta, myndi ég segja, en skitturnar voru svolítið lengi í gangi í þessu leik og Adam Haukur, það er ekki fyrir að líða vel á leikinn og Haukarnir eru búin að vera svo lengi undir að hann fyrir að detta í gang. Já, markahæstir í liði Hauka voru Adam Vambrúk með 6 mörk og Brynjólfur 6, en það var Arnar Bendi sem var markahæstur með 5 mörk í liði FH og síðan voru með 4 mörk Magnús Óli, Ísak. Þannig að það er FH sem að fagna hérna bikarmeistaratitlinum. Við félagarnir, ég og Aron þökkum kærlega fyrir og við ætlum bara að láta þessum myndu rúlla hérna. Takk fyrir og hafa það gott.
Kannt að búa til flýtileið fyrir setningar sem þú skrifar oft til að spara tíma. Lærðu betur á snjallsíma þinn hjá Vodafone. Frá þeim sem færð okkur Alice in Wonderland og leikstjóra Spiderman-fílingsins. Am I dreaming? You're in Oz. That's my name. Everyone calls me Oz. I shall be your loyal servant. My bag, monkey. You're the only one strong enough to save us all. Just because she jumped off the cliff, you're gonna jump off the cliff? I have wings. That's not funny! Oz, The Great and Powerful, frumsýnd 8. mars. Símabikarinn. Taktu þátt í handboltaveislunni. Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominos. Ég elska að æfa. Ég elska að leggja mig fram. Ég elska að gefa allt sem ég á. Í þetta eina moment. Þetta moment kemur þig lengra. Markmiðið mitt? Ég ætla að vera besti miðjumaður í heiminum. Það er frábært að fólk hafi tíma. Það er einmitt það sem fólk þarf. Það er tími. 10 gigabæta niðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Ekkert stress. Tal. Svona á samband að vera. Boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla. Lífæð samskipta. Komdu og sjáðu glæsilegt úrval af velgesjónvarpum í hátækni. Hlaðin tækninýjungum eins og Smart TV, Cinema 3D, innbyggðu Wi-Fi og fleira. Þú færð velgesjónvarp í hátækni. Ármúla 26. Sjónvarp Símans hefur breytt fjarstýringunni í tímavél. Mistur af uppáhaldsþættinum þínum áðan. Smelltu bara á og flakkaðu aftur í tíman. Síminn. Á bak við þetta þykka túberaða hár, silkiklútinn og dundur leggings og ég tala nú ekki móttuna. Það er bara kallmaður á ferðinni, með tilfinningar. Þannig að ekki láta blekkjast af þessu kallmannlega útliti. Vertu hetja og taktu þátt í Mottumas. Skráðu þig til keppni og safnaðu áheitum á mottumas.is.